janúar á þessu ári voru liðin 40 ár síðan Kópasker-skjálftinn reið yfir. Skjálftinn sem átti upptök sín í 12 km fjarlægð frá Kópaskeri og má rekja til Kröfluelda mældist rúm 60 á Richter og því í hópi stærstu skjálfta síðan mælingar hófust á Íslandi. Skjálftinn hafði mikil áhrif á Kópaskeri en þar í dag starfrækt jarðskjálftasetur sem hefur meðal annars að geyma í sögu og ýmsar minjar skjálftann. Við heimsóttum setrið og fræddumst aðeins jarðskjálfta, einkum Kópaskerskjálftann sjálfan sem olli heilmiklu tjóni á staðnum. Það var náttúrulega talsverðar skemmdir, sérstaklega fóru til dæmis allar lagnir í sundur, bæði vass og kloaklagnir. Bryggjan brotnaði í 3 hluta og jú, það eru skemmdir bæði innanstokks og eitthvað á húsum, en ekkert að segja hinn viðbygging var rifin, en annars var bara byggt upp það eina hús sem var ekki talið íbúðarhæft. Og engin slys á fólki? Nei, sem betur fer þá eru sáralítið slys á fólki og var tilviljanir oft á tíðum sem til þess að ekki var stórslys. Já, ertu með eitthvað dæmi slíkt? Já, ef þetta gerst korteri fyrir þá til dæmis, þá var búðin full af aðalabörnum. Þau voru eiginlega öll farin út og rekkarnir voru bara eins og dóminukubbar. Það bara svoleiðis. Nú upplifðir þú þennan skjálfta? Já. Hvernig svona í dag að horfa í baksýnisspegilinn að hafa upplifað þetta? Þetta var náttúrulega mjög kröftugt og mikið læti. Maður heyrði drunurnar augnablik hjá þetta byrjaði. Ég var stödd upp á skrifstofu og rétt búin að fá mér sæti þegar að gjaldkerinn stekkur á fætur og rópa varið ykkur og leiði fór allt af stað og hrundu niður hillur. Og 2 aðrir menn sem voru þarna inni, þeir stukku á fætur og þeir lágu báðir á gólfinu. Ég bara hélt mér í borðið á stólinn og reyndi ekki að standa upp. Ég held að húsið ætlaði aldrei að stoppa. Það var svo lengi að rugga á eftir, fannst mér. Já. En nú þetta mikið skjálftasvæði og kannski eitthvað sem að þið voru meðvituð að gæti gerst eða eitthvað? Já, reyndar var aldrei reiknað með að stóri skjálftinn yrði hér. Það var alltaf talað ef kæmi stór skjálfti þá yrði það annarkvæmt í Mjósveit eða í Keldukverjunu. En flekaskilin liggja náttúrulega hérna fram hjá okkur. Jú. Og við erum á Tjörnesbrotabeltinu sem náttúrulega... Þetta safn, hvernig kemur það svo inn í þetta? Já, það nú eiginlega tilviljun þannig að það var einhver fundur hérna hjá félagi hérna í Öxarfirðinu, svona framþróunarfélagi og það var eitthvað spáð hvað verið hægt að gera. Og Ragnar Stefánsson, jarðskjálftafræðingur, staddur hérna, hann segi að hverju opnið ekki skjálftasetur. Og það var bara legið. Þetta í júní, en í nóvember komum við okkur nokkuð saman og stofnuðum félaga áhugamanna opnum jarðskjálftaseturs. Þarna í nóvember 2007. Við opnum forsýningu hér með 11 spjöldum 2008, 17. júlí og svo formlega 17. júní 2009. Það er komin 7 ár síðan. Já. Hvernig hefur þróunin verið á þessum 7 árum hjá okkur? Það hefur verið svona, við höfum verið bara með fasta opnun júní, júlí og ágúst, alla daga frá 1 til 5 og það hefur verið svona hæg þróun upp á við nema að það var aðeins niður á við í sumar, einhverja hluta vegna. Hvað heldur það sig? Ég bara veit það ekki. Þetta svæði náttúrulega þannig að það ekki mikið af ferðamönnum sem að koma austur fyrir Jökulsá, því miður. Þetta vannýtt svæði, eins og eru margar perlur hérna sem að... Já, einmitt. Og kannski það hefur verið alltaf miklu meira Íslendingar sem hafa komið hérna, kannski meiri hluti búin að koma, ég veit það ekki, sem hafi haft áhuga. En hér náttúrulega hægt að fræðast ekki bara Kópaskerskjálftann, heldur jarðfræðina hér og við erum tilbúin til að taka á móti skólabörnum hvenær sem Við erum með prógram fyrir 4. til 7. bekk, 4. til 7. bekk fyrirgefðu í grunnskóla sem í takt við það nám sem þau eru að læra í jarðfræðinni. Já. Og alltaf allir skóla velkomnir hingað því að við getum sagt þeim kannski eitthvað betur það sem að svona sérstaklega skjálfta. Ég fer mikið í gegnum það hvað ber að varast, hvernig geta undirbúið sig. Og þau muna kannski aðeins betur, þau eru ekki inn í skólastofunni, hvað jarðfræðina. Mikilvægt með kannski svona forvarnargildi að vissu leyti sem þetta safn
hefur. Já, við í raun og veru teljum okkur hafa það. Hvernig með svona, telur að fólk sé almennt meðvitað hættuna sem fylgir jarðskjálftum og sé svona kannski undirbúið fyrir þá? Ég ekki viss það. Hvað ber að varast? Alls ekki að vera með hillum eða þungum hlutum yfir rúmónuðinum, bókahillur eða svoleiðis, eða sófónum til dæmis. Nú ef að kemur skjálfti og þú kemst ekki út, þá að skorða sig af í dyragáttum. Mesta hættan oft fyrir fólk eftir þegar skjálfti að það að fólk skerst á bæði hlutum sem að detta á það eða brotna á gólfinu og skera sig á. Já. Nú sjáum við til dæmis þetta fyrir aftan þig svona dæmi það hvernig svona skjálfti getur, eða hvað áhrif hann getur haft. Já. Þetta hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta til dæmis? Já, með betri festingum. Já. Það eins að festa skápa, til dæmis stóra stofuskápa og svona, og festa þá við vegginn. Það eitt af því sem Væntanlega sumum sem bregður þegar þeir koma inn og sjá þetta? Já, sumir bara snart stoppa og rópa hvað var jarðskjálfti. Já. Hvernig hafa erlendi ferðamenn tekið í þetta hjá okkur? Þeir finnst þetta alveg ótrúlega merkilegt. Þeir segja þetta sé sett þannig upp að það sé þægilegt að skoða þetta. Við erum nú með þetta á ensku textum allt og myndum. Og sérstaklega finnst þeim merkilegt að fá upplifun fólksins. Já. Þegar fólk segir hérna frá upplifun sinum á þessu spjöldum. Já, það eru reynslusögur hérna á safninu. Já. Og fólk getur séð svona hvernig fólk upplifir þetta. Já, það finnst útlendingunum sérstaklega merkilegt. Já. Og nú þú ekki síður heimild það sem að þú upplifir, það getur sagt þeim það bara svona maður og mann. Já, þetta mjög algeng spurning. Bjóstu hérna, varstu hérna? Og hvernig var þetta? Svoleiðis að ég þarf ofta að segja mína sögu. Og þú minnist þess en þú ert ekkert endilega hrædd að þetta komi fyrir aftur eða eitthvað svoleiðis? Það verður þá bara að hafa það. Þá bara, maður veit núna svolítið hvað gert var vitlaust. Við lærðum mikið á þessu, ekki bara hér heldur á Íslandi. Það sem að Kópaskersskjálftinn fyrsti stóri skjálftinn byggði eftir að mælingar hófust. Ég held að það sé ýmislegt sem var gert kannski ránt en hefur orðið til þess að fólk áttaði sig á því hvað á ekki að gera.